Já, komið sæl, bara velkomin. Upptakan í gangi. Já. Þorvaldur ætlar að fræða okkur hérna náttúruauðlindir og efnahagsmál í Mongólíu. Bara gjöra svo vel. Takk fyrir, já. Ég þakka boðið og verið velkomin. Mér var starfsýnt á hurðina á kústaskapnum heima hjá mér þegar ég verið að tía mig til þess að koma hingað á það. Og það helgast af því að við Sigurður vorum saman á málstofu hérna í Árnagarði fyrir 3 dögum og þar var aldraður organisti utan af landi að halda fyrirlestur Íslandssöguna frá 1550 til 1949 og hann hafði í liði með sér stóran blandaðan kór og harmoníkuleikara sem gegndi auk þess í hlutverki að kalla fram í á völdum stöðum. Og yfirleitt með sömu spurningu, varstu virkilega að kenna þennan þvætting alltaf sjálf? Þannig að athugasemdirnar komu nú stundum á röngum tímum, sko, þannig að það bara bætti sýninguna. Og ég er hér einsamall og það verður ykkur frammíköll og þá eru þau ekki skipulögð af mér. En ég sagði við Sigurður leiðin út, sko, þannig hvaða erindi á maður upp á dekk að halda málstofu eftir 3 daga eftir þetta. En þá reyðast upp fyrir mér að þegar ég var málstofustjóri á mínu gamla vinnustæði í Stokkhólmi skeið fyrir 50 árum. Það gerist einu sinni að frummælandir var ekki mættur þegar málstofur átti að hefjast klukkan 10. Og hún var 10 mínútur yfir og ekki borðað á manninum og 20 mínútur yfir og svo eftir hálftíma þá var bara ákveðið að auglýsa messufann. Og allir fóru til sín eða eitthvað. Og svo þegar það var talsveit liðu eftir daginn, þá kom maður í móður og másandi og sagði farir sínar ekki slétta. Því hann hafði þegar hann var að tía sig á málstofunni eins og ég í morgun, þá læstist hann inni í kústaskápnum í leiðbúna sem hann var og hann var í margar klukkustundir að berjast í myrkrinu þegar að komast út. Og hann er núna heimsfrægur hagfræðingur og nafntogaðasti hagfræðingur síns lands, ég ætlum ekki að nefna þennan við mig. En þess vegna var mér starfsýnt á kústaskápnum heima í morgun. En hvað er það? Mongólía, eins og þið vitið, er eitt strjálbýlasta land í heimi. Næst strjálbýlast samtekið, já bara Grænland er strjálbýla. Í Mongólíu búa 10 sinnum fleiri en á Íslandi en á mjög miklu svæði. Og röskur helmingurinn í heimsborginni, höfuðborginni Úlan-Bator. Og ég dróst með alþjóðabankanum inn í Mongólíu og við erum að ganga frá þessari grein til birtingar og var þetta samtidig fyrir nokkuð grunn. Og þá tekur annað við. Þannig að það er of seint að bæta greinina því að ég hef búin að ganga frá próförkinni en gerir þetta allar þar athugasemdir sem það ykkur finnst að ég þurfa á að halda. Höfundur minn er Vestur-Afríkumaður, heitir Jean-Pascal Garou. Og raunar að stikla á stóru bara það sem vændum er, sko. Aðal hugmyndin er þessi að aukin fjölbreytni í efnahagslífi er holl. Hún skýtur fleiri og fjölbreyttari stoðum, sko, undir efnahagsstarfsemina og örvar varanlegan vöxt og þróun gegnum tímann. Og við skoðum, sko, æginn sem af þessu fylgir með Mongólíu sem dæmi. Og við gerum þetta með því sem að viðskiptafræðingar kalla gjarnan benchmarking. Við gerum þetta með því að bera Mongólíu saman við 16 önnur lönd sem eru vandlega valin af alþjóðabankanum og svo margt af því sem hér er sagt í nýjustu skýrslu alþjóðabankans Mongólíu. Þetta er annars vegar svokölluð structural pairs og það eru bara lönd sem alþjóðabankinn velur af því hann telur þau vera svipuð, það var mörg sömu einkenni eins og Mongólía. Og svo er þarna aspirational pairs og það eru lönd sem eru lengra komin á þróunarbrautinni og lönd sem að Mongólíu langar til þess að líkjast að ekki allt og löngum tíma niður. Og þetta er bara gert til að breiða birtu á þær leiðir sem að kunna vera færar til þess að örva fjölbreytni í efnahagslífinu þarna og þá leið vöxt og ígang efnahagslífsins og lífskjör fólksins.
og við skoðum sem afleiðingar sem það hefur að eftirspurn eftir mörgum helstu afurðum Mongólíu, einkum málmum og kolum. Það hlýtur að fara minnkandi bara því að við erum að hætta að nota bensínbíla og svo framvegis og við þurfum að hafa áhyggjur af hlýnun og loftslags og ég get skotið því hérinn að Alþjóðabankinn og verið Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa bara algjörlega skipt kúrs á síðustu árum. Nú helst ekki fjallað lönd eins og Mongólíu og 10 annarra landa án þess að hlýnun og loftslags sé í framsæti. Nú spyrja menn ekki hvað getum við gert til þess að örva vöxtinn og halda verðbólgunni í skefjum, menn spyrja hvað getum við gert til þess að örva vöxtinn og halda verðbólgunni í skefjum á þann hátt að við drögum úr hlýnun og loftslags og auðveldum nauðsynleg viðbrögð við þeim skelfingum sem að þegar að fyrstast okkur. Og þannig að þetta alveg nýtt húntegund. Til dæmis var Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að semja við Pakistan og hlýnun og loftslags var í ökusæti beinlínis í samningunum við stjórnvöld. Og við ræðum þarna sem bara það leiðir sem að Mongólíu kunni vera að færa til þess að 1000 blóm megi blómstra, svo við vitni í máorman, og til þess að finna betra jafnvægi milli náttúruauðlindanna sem hafa verið yfirgnæfandi partur af þeirra efnahagsstarfsemi og svo leiðum til þess að örva mannauðinn og félagsauðinn. Og við skoðum sem sagt að aukna fjölbreytni í efnahagslífinu sem uppsprettu aukinnar hagkvæmni og þar með hagvaxtar því að allt sem eykur hagkvæmni, bara svo allar tækniframfarir, örva hagvöxt til langs tíma litið og við erum með Mongólíu eftir 1990 september. Og Mongólía þykir mér vera mjög áhugaverð og þess vegna dróst ég að henni, því hún hefur verið stöndugt lýðræðisríki núna síðastliðin 30-35 ár, enda þótt hún eigi bara 2 nágranna sem eru harðsvírir einræðisríki, Rússland á norðanverðu og Kína að sunnanverðu. Mongólía á engin önnur landamæri og liggur hvergi að sjó og það hún skuli hafa bein í nefinu til þess að halda áfram að sverja sig í ætt lýðræðisríkja með þessa vondu nágranna. Það kalla ég með þessi ríki. Ég þorði að vísa ekki að handtaka Pútín þó að þeim bæri lagaleg skylda til þessum daginn, en við horfum ekki gegnum fingur okkar með það. Og það sem við gerum að skoða svona vilkul og gagnanna sem að lýsa fjölbreytni í efnahagslífinu og vexti með því að bera Mongólíu saman þessar 2 hópa sem ég var að lýsa fyrir ykkur. Og við notum bara lítið líkan af framleiðslu jaðri til þess að skipuleggja hugsanir okkar þetta í kringum. Og það líkan sem ég kynnti í hagvaxtabókinni minni fyrir 25 árum og núna komið inn í þessa skýrslur Alþjóðabankans. Og þetta ótæknilegt, það næstum engin stærðfræði í þessu eða ekonometri, annað en bara einföld tölfræði. Og kannski munum við sjálfir eða einhverjir aðrir gera þetta eftir knústörða reglum og réttir tækni við að fram í sækir. Og hér líkaninn, og hugsaum okkur bara 2 atvinnuvegin, getur kallað annað iðnaðarverslun og þjónusta á lágréttum árs og svo auðlindabúskapur og landbúnaður á lóðréttum árs. Og ef við notum við sér og þá vannýting framleiðslu þáttar, þá erum við fyrir innan framleiðslu jaðarinn og við viljum fara út á punktinn F. Því þá full nýting framleiðslu þáttar og þá getum við ekki aukið aðra vöruna, öðruvísi að draga á framleiðslu hinnar. Svo er þetta draumurinn alltaf sá að komast í punktur svo há, það er segja að brjótast út fyrir upphaflega framleiðslu jaðar með því að þrýst út. Og það er margar leiðir til þess, aukin viðskipti, meira og betri menntun og aukin fjölbreytni í atvinnulífi. Og við skoðum þess vegna aukna fjölbreytni sem leið til þess að komast úr punkti eins og F í punkti eins og H og við getum mælt aukningu landsframleiðslu, framleiðslu á mann eða fólksfjöldi með fastur með skuldpunkti beinu verðlínunnar snertilsins við lóðrétt ásinn. Og það er einföld algebra á bak við þetta að við lýsum bara framleiðslu í jaðrinum einfaldasta hætti sem kvadratujöfnu það er. Það duga bara 2 stuðlar A og B til þess að lýsa honum og þá verður bara með einfaldri útleiðslu landsframleiðslan summan á A og helmingnum af B. Og við lýsum þá
aukinni fjölbreytni í efnahagslífinu sem hækkun á stuðlinum B. En við getum gert það líka til að skoða A. Og við getum þetta líka til að skoða áhrif verðbreytingar á breyta handlarar og snertvarúrleiðis en við erum ekki á því að hafa það hér. Og nú er þetta að sýna ykkur gögnin og eiginlega ekki sýna ykkur neitt nema gögn þetta er sko. Hér erum við með 2 helstu vísitölur Sameinuðu þjóðanna fjölbreytni í efnahagslífi. Önnur er kennd við Hingar og Krænin og hinn við Hörfindal og Hirschman. Hingar og Krænin tala sko aukna fjölbreytni en Hörfindal og Hirschman tala aukna samtíðarðu. Og vísitölur eru þannig að til þess að fá aukna fjölbreytni, hækkandi upp og til norðurs á myndunum, þá verði ég að raða vísitölunum öfugt á lárétta ásnum. Og lóðrétta ásnum hef ég logaritman af vergar þjóðartekjur á mann, á kaupmátturinn, föstu verði eins og sjá þetta, þetta er stórt úrtak, 180 lönd af 200 í heiminum. Og þið sjáum skýrt uppallandi samband á báðum myndum. Og sambandið er marktækt, bæði tölfræðilega og eins og segist á tékildunum er í litur til fylgja með rekasósjálfunni. Og einnig efnahagslega í þeim skilningi að tiltölulega litla aukningu fjölbreytni í efnahagslífinu þar til þess að skila umtalsverðri tekjuaukningu. Það sem að efnahagslega marktækni þýðir. En auðvitað, þetta eru tvívíðar myndir og þá má mann tala mjög varlega um orsök og afleiðingu út af öllum öðrum stærðunum sem ættu heima auðvitað í alvöru regressjónsgreiningu á fyrirbærum. Er þetta hvort fjölbreytni í útflutningi eða er þetta fjölbreytni í framleiðslu annað? Hvort ekki í útflutningi. Ég hef átt að segja það skilt. Já. En veitum, þetta var í byrjunni, og kemur næsta. Og þar er tælivísitalan sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn notar til þess að mæla fjölbreytni og aftur telja raðinni öfugt á lárétta ásinn. Og þetta er svona tæknilega fullkomnasta vísitala sem við höfum til þess að mæla dreifingu, hvort heldur auðs og tekna eða framleiðslu starfseminnar. En þið sjáum að þetta er raunverulega sama mynd. Og svo er sjóðurinn líka með vísitölu gæði útflutningsframleiðslunnar. Ég verið að Mercedes-Benz er betri útflutningsvara heldur en Kalashnikov til dæmis. Og ennþá raða gögnum sér alveg eins. Og svo eru menn sem voru viðloðandi að Harvard, standa utan þessar alþjóðastofnana, sem hafa mælt ógirndin eða sophistication í framleiðslunni og það er ekki útflutningur heldur framleiðsla og þeir eru með 2 mælikvarða því að þetta er tvenns konar flokkunarkerfi á framleiðsluvörum og þið sjáum að þetta er alltaf sama myndin í þessum stóru úrstökum landa. Það er að segja aukin fjölbreytni og að hærri tekjur haldast í hendur. Og ef X er gott fyrir Y, þá er ekki það með að Y sé ekki líka gott fyrir X. Og það er álíktunin sem maður á að draga af þessum myndum finnst mér. Og þetta er býsna skýrt munstur og það klikkar aldrei. Og þegar maður ímyndar sér að þetta sé orsakasamhengi og til hvað þarf stóra breytingu á lárétta ásnum til þess að framkalla svo og mikla breytingu á lárétta ásnum, að þá svipar svarinu á þessum 6 myndum saman og mjög skýrt sem við tekja það. Með öðrum orðum, gera ólíki mælikvarðar á dreifinguna, sami mælikvarðin á tekjur og mann og við fáum eiginlega alltaf nokkurn veginn sama svar. Málið er þetta. Við vitum það auðvitað úr alþjóðaviðskiptafræðinni að sérhæfing eflir hagkvæmni og gegnum bara hægina viðskiptum. Við veitum þetta frá Smith og Ricardo. En það er hægt að hafa of mikið af því góða. Þegar stundum verður sérhæfingin svo mikil að það myndast vandamál í kringum að einblína of á einn atvinnuveg eða örfáa, oft eru til tengdir náttúruauðlindir.
og eða einblína of á einn eða tvo viðskiptavini, sjáum við að framleiða einn eða tvær vörur og senda þær út um allt, selja þær út um allt, eða framleiða margar vörur en selja þær bara einum eða tveim viðskiptavinum. Það er samskonar hliðstæður skortur á fjölbreytni sem í því felst. Og ég veit ekkert auðlindaland sem lætur sig ekki dreyma það og rembist við að finna leiðir til þess að draga úr einefninni og auka fjölhæfnilega jafnvægi. En svo eru líka þessi mælikvarðar sem sýna okkur áðan sumir, frá gjaldeyrismálum, að þeir að benda á aðrar hliðar málinu sem nauðsyn þess að búa til flóknari og betri og fjölbreyttari vörur. Það er annað liður. En svo sjáum við líka að þetta kannski ekki bara spurning fjölbreytni í efnahagslífinu, þetta líka í stjórnmálum. Og hliðstæðan æpir ánan þegar búið að benda á hana. Að það að vera komin undir olíu og olíugörkum það er að bara ná skilt því að vera komin undir einræðisklíkum sem hafa öll ráði hendi sér á stjórnmálavettvangi og halda öllum keppinautum fram. Það eru svo tvær hliðar á sömu mynd og nú er alþjóðastofnanirnar loksins byrjað að tala um þetta. Það mátti aldrei tala um spillingu eða einræði í skýrslu Alþjóðabankans Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar ég var þar í gamla daga. En núna má sem byrjir þetta fram. Og kostirnir sem að aukin fjölbreytni í efnahagslífinu hafa fyrir hafast. Það er til skýrt dæmi það úr litteratúr síðustu 30 ára, þar sem við Gylfi Zoëga höfum unnið mikið. Og það er þetta öfuga samband sem gögnin sýna að milli mikilvægis náttúruauðlinda í efnahagslífinu og hagvaxtar. Nú erum við að sýna ykkur það á mynd. Sjáðu þetta aðeins annað úrstæktur ný gögn sem Gylfi er líka að finna með. Og þau náðu við 112 lönd og þetta er ný vísitala fjölbreytni útflutnings og útflutning í Dubai og svo hún er þarna á lágréttum árs og svo erum við með sama logaritma þjóðartekjum og mann á lágréttum árs og þið sjáðu bara alveg nákvæmlega sama munstur og annað. Og sjáðu hvernig þessi mynd kallast á gamla myndin okkar Gylfa af sambandinu milli tekna og mann og lýðræðis. Og þarna notum við nýja lýðræðisvísitölur sem er búin til í Háskólanum í Göteborg í Svíþjóð og hún næri yfir Nei, fyrirgefðu, ég rastum mig. Tökum tilbaka síðustu 25 sekúndur. Ég ætla að segja að þarna sjáum við tekjur á mann á lágréttum árs og hlutfall náttúruauðlinda í þjóðarauði í prósentum á lágréttum árs. Og við sjáum það eftir því sem að hlutfall náttúruauðlindanna í þjóðarauðum hækkar, að þá frá vinstrilægum, að þá lækkar logaritmi þjóðartekna á mann á lágréttum árs. Og tilfinningin segir mér að vinstri myndin sé betri heldur en hægri myndin, þegar vinstri myndin geymir hægri myndina. Það væntanlega aðrar ástæður einnig til þess að fjölbreytni í efnahagslífi er góð, holl fyrir efnahagslífi. Og kannski á það áherslan í þessum auðlindaliteratúr eftir að færast að fara breiðari grundvöll, þar sem náttúruauðlindagræðin er einn partur af vandanum en ekki vandinn annar. Og hér kemur svo myndin sem við gætum að vera. Það er bara aftur sama myndin af tekjum mann á lágréttum árs og þessar nýju Dubai vísitölu fjölbreytni útflutnings á lágréttum árs. Og svo kemur hliðstæð mynd þar sem það er fjölbreytni stjórnmálalífsins eins og veld með lýðræðisvísitölu frá Göteborg á lágréttum árs. Og við sjáum að þetta eru nauða líka myndir. Og við sjáum bara hugsunum í þessu. Ef ein tegund fjölbreytni bara þú dregur tíðni áfalla og minnkar áhættu og svoleiðis og einhver þar með tekjur á mann, að þú skildi önnur hliðstæð tegund aukinna fjölbreytni ekki hafa sömu áhrif.
Það þess vegna sem fjölbreytni í efnahagslífinu og fjölbreytni í stjórnmálalífinu, það segja að lýðræði, fjarvera slíku stjórnmála og svona þess, fjarvera þess, birtast svona skilt að því. Og einu rekarsóðuna sem rennum hérna eru þjóðartekjur á hann í línunni og sem falla af annars vegar fjölbreytnisvísitölunum frá Dubai, það EDI, Economic Diversification Index, og svo DEM, lýðræðisvísitalan frá Gautaborg, og þeir eru búin að sjá mynd af þessu. En svo vakna líka þessi spurningi með að þjóðartekjur eru svo takmarkað hugtak, það skilja svo margt út undan. Þess vegna ættum við í raun og veru ekki að nota það hugtak heldur frekar að Human Development Index, það segja mannþróun eða velferðarvísitölunum Sameinuðu þjóðanna. Nú þetta sýnir hvað gerist þegar ég met þessar jöfnur tvær liðir skipt og þið sjá að þetta sama saga. Það segja að það tvennt sem æpar á mann á þessu mynd, annars vegar að báðar tegundir aukinnar fjölbreytni örva ekki bara landsframleiðslu á mann, heldur einnig velferðarvísitölunum Sameinuðu þjóðanna. Og hún samsett úr 3 þáttum. 1/3 tekjur á mann, annar þriðjungur menntun eins og við metum með skólagöngu og þriðji þátturinn heilbrigði eins og hann metinn með landvíði. Þannig að við erum þá komin með vísi að velferðarvísi, það vantar auðvitað margt inn í hann ennþá, það vantar umhverfisspjörn og það vantar lýðræðisspjörn og svo framvegis, vantar vantraust og orkunáttúrulega í þetta, en það er samt betra að hafa þessar þríþættu velferðarvísitölur heldur en einblína bara á tekjur á mann. Og það getur því að þó svo þessar 2 fjölbreytnisvísitölur séu náskyldar, það er mjög há fylgni milli þeirra, að þá geta samt sem áður staðið þarna marktækar tölfræðilega hlið við hlið í þessum jöfnum, án þess að multicollinearity drepi aðra konuna. Það finnst mér vitna bara styrk þeirra sem skýringar breytna í þessu afvaxtarsamhengi. Og sem sagt, þjóðartekjur á mann, heilbrigði og menntun, voru þessi 3 liðar á þýðningi og við tölum einnig skipulag efnahagsmálanna og samsetning framleiðslunnar milli atvinnuvega og við tölum muninn af mannauði og náttúruauði og svo við talsverðu púðri í pólitísku hlið-málsins, það er að segja lýðræði og stjórnsýslu. Og þá tölum við hluti eins og jöfnuð og gegnsæi og traust og þess vegna. Og nú ætla ég bara að fara með ykkur á harðar hlaupum gegnum myndirnar. Það eru svolítið margar en þess vegna ætla ég að gera þetta á 78 stundar hraða, en það eigi að geta séð nokkurn veginn þrátt fyrir hraða. Hér sjáum við meðalvöxt landsframleiðslu á mann í prósentum frá 1990 og þið sjáum það í þessum 2 hópum, Structural Peers vinstra megin og Aspirational Peers hægra megin. En þá Mongólia þarna bara í miðjum tíðum og þið sjáum við nöfnin á löndunum þarna þess. Og hér sjáum við langlífið sem að nýfædd börn geta búist við. Þið sjáum að Mongólia þarna neðanlega, gleymið ekki hvar hún er. Hún á steppbólnum í miðri Asíu þar sem 40 stiga frost á veturna og 30 stiga hiti á sumri. En þið sjáum samt að langlífið hefur síðastliðið 30 ár lengst 6 ár. Og við sjáum auðvitað Mongólia enn lengra bak í landana sem hún hlakkar til að geta orðið eins og eftir nokkur ár. Og hér sjáum við velferðarvísitölu Sameinuðu þjóðanna og Mongólia liggur auðvitað eftir þróunarland. Hún liggur auðvitað neðarlega í líðunum í samanburði við löndin og auðvitað neðst af löndunum sem hún hlakkar til að líkjast meira. Og hér sjáum við einkunnir, segja svo að einkunnir skipta ekki máli. Sjáum við erum með einkunnavísitöluna og PISA-prófum á lóðréttum ás vinstra megin og láréttum ás hægra megin.
Og þið sjáið að hærri meðaleinkunnum fylgir meiri fjölbreytni í efnahagslífinu og svo sjáið þið að háum einkunnum fylgir líka hærra tekjustiga mann, hærra meir. Og allt saman margt tækt eftir kúrstöðunarreglum með sama gamla fyrirvararum sem treðir ekki á endurtaka. Þetta eru tvívíðar myndir og maður skuldi tala varlega orsök og afleiðingu. Og sjá þetta stór úrtök, 150 lönd. Og hér sjáið þið skólagöngu, maður bara í árum í skóla, það er þetta sleppt að þú að gera það þannig. Bara PISA-gögnin eru við einu gögnin sem mæla árangur menntun með output meðan allar aðrar vísitölur að mæla input eins og hversu lengi þú situr í skóla alveg og því hvort þú lærir eitthvað. Og hér sjáum við í Mongólíu í miðjum tíðu vistra megin en aðeins neðar hægra megin. Og hér sjáum við í hlutfall hvers árgangs á framhaldsskólaaldri sem sækir framhaldsskóla og við sjáum að Mongólíu búin að rífa sig úr 60% upp í 80%. Tókst það bara á fyrstu 10 árunum þegar franskt land eftir sömkommunismar. Og þau sjáum við komið upp fyrir miðjar hlíðar í samanburðarhópnum vinstra megin. Og þetta vil gerast í lýðræðislöndum að fólki eða það hefur frelsi til þess að lýsa skoðunum sína, þá heilt hann að meira og betri mettur en þetta sín. Svo er hérna annar menntamælingar sem ég nota mikið í Afríku og maður spyr ekki bara hversu mörg ár börnin sitt í skóla, maður spyr hversu mörg systkini þau eiga. Því að þau eiga of mörg systkini þá er líkurnar á því að þau fá ekki að fara í skóla. Þegar bara elsti sonurinn fær að fara í skóla og hinn eru snekkið eldavélina heima eða eitthvað. Og þið sjáið að fjölda barna í hverri fjölskyldu hann minnkar gegnum tíðina í öllum þessum löndum nema þarna í Mongólíu sjáið og það er vegna þess að Mongólía er svo fámenn og svo strjálbýl eins og þess að stjórnvöld tók upp á því þegar við Kína að styrkja foreldrar til þess að eignast meiri börn. Og það er þess vegna sem þið sjáið þessa lögun rauðu grúnar sem lýsir Mongólíu. Þegar þið spyrjið mongólskar konur og þið spyrjið konur alla Afríku, konur sem eiga þetta 6-8 börn að meðaltali, af því að kallarnir heita eitthvað, að það segist allir vilja eiga, það er bara 2 börnin sem vil. Og við erum á leiðinni þangað í landi eftir land. Hér sjáum við var saman hlið við hlið náttúruauðinn og mannauðinn. Og á Mongólíu lengst til vinstri þá sjáum við að Mongólíu er eina landi sem á miklu meiri náttúruauði heldur en mannauð. Því að rauða gula línan súlan er hærri en bláa línan í næstum öllum hinum löndunum. En það er í Gvajönu sem er elsku mælandi Suður-Afríkulandana fyrir miðju á myndinni til vinstri. En jafnvel þótt að allir á mannauðin er samanburði við náttúruauðinn í Mongólíu, að þá er mannauðurinn samt sem áður sjáum við respectable í Mongólíu miðað við Írland. Oft yfir meðaltali í vinstri viðmiðunarhópnum og aðeins undir meðallagi í hinum hópnum. Og það var vegna þess að þeir hafa lagt rækt við menntunina eins og við sáum á myndunum áðan sem lýsir sér í hærra mati í alþjóðabálknum á uppsöfnuð mannauði. Og hér sjáum við auðlindareftuna að hún er meiri í Mongólíu heldur en sem lítið á landsframleiðslu heldur en næstum öllum samanburðarlöndunum, hvort heldur vinstra megin eða erfi. Og nú komum við að félagsmælikvörðunum. Og hér er gegnsæi eins og transparency í mælina. Og þið sjáið að Mongólía gerir betur en flest löndin í vinstri viðmiðunarhópnum en eru langt að baki landanna í viðmiðunarhópnum lægri. Og þá sjáum við af hverju Mongólíu langar að líkjast eða löndum lægri, þau verður að festast í hópi landa eins og Kasakstan og Rússlands vinstra megin. Og hér sjáum við mælikvarða á traust, þetta er
hlutfall þeirra sem gefa svar við spurningunni getur við treyst næsta manni er hægt að vera varumleg og við svara þessum með já eða nei og þau sjáum að Mongólia þarna í miðjum hlíðum á báðum stöðum. Sirka helmingur segist geta treyst næsta manni ókunnum og tölum traust til stofnana, hvort heldur stjórnmála eða dómsmála eru svipaðar. Þessi tölum við þannig World Values Survey sem mjög merkilegur gagnabanki. Og svo kemur nýja tala sem að fáir eru byrjað nú að þetta sem nýtilkomið en við bandaríska lögmannafélagið hefur búið til gagnabanka sem að lýsir gæðum laga og réttar í sífellt fleiri löndum en gögnin á því miður ekki lengra aftur en til 2012. Ég hef grátbeðið á Ísland með en þeir telja sig ekki hafa svo lítið land verið í opnu verndá, hvað sem síðan verður. Og þeir sjáum að lögum og rétti betur fyrir komið í Mongólíu heldur í öllum samanburðarlöndunum að vinstra megin, en síður en í öllum samanburðarlöndunum að hægra megin. Og þarna verk að vinna. Þetta er spurning það hvort að dómarar geti gert grein fyrir tekjum sínum, eða dómarar geti gert grein fyrir þekkingu sín og lögum. Albanía bað Evrópusambandið hjálp við þetta fyrir nokkrum árum til þess að greiða fyrir umsókn sinni aðild að Evrópusambandinu og evrópskir og bandarískir dómarar komu til Albaníu og tóku stikkprufur af dómurum og meira en helmingur dómarar sem talaði við sagði af sér. Þeir kunni ekki svör við grundvallarspurningum lög, gat ekki gert grein fyrir sundlögunum við viljurnar heima hjá sér og svo framvegis. Svo jöfnuður, þetta Gini-vísitalan og þið sjáum að hún bara stöðuð kringum 35 sem algeng Gini-vísitala í Evrópu og það miklu meiri ójöfnuður í 4 löndum þarna vinstra megin og í 3 löndum hægra megin. Þannig að áhyggjur af ójöfnunni eru ekki mikilvægt áhyggjur af Mongólíu. Svo kemur aftur þessi fyrsta af þessum fjölbreytnisvísitölum sem við sýndum ykkur í upphafi og þið sjáum það að Mongólía liggur þarna ofarlega, það er að segja að Mongólía þarf meira á aukinni fjölbreytni að halda heldur en næstum öll samanburðarlöndin í báðum hópum. Það er þess vegna sem þið byrja Alþjóðabankanum að hjálpa sér að finna leiðir til þess að auka fjölbreytnina. Og þessi fróma ósk þeirra í Mongólíu og mörgum öðrum aðildarlöndum bankans stafa meðal annars af því að menn þykjast hafa séð að lönd sem að tekst að skjóta fleiri og fjölbreyttari rótum undir efnahagslífið, þau eru einnig betri í sveit sett þegar kemur að því að finna leiðir til þess að berjast gegn hlýnun loftslags og finna leiðir til þess að bregðast við afleiðingum hamfara af völdum hlýnandi loftslags. Þannig að þessi fjölbreytnissjónarmið sem eru vísa hérna að þau eru svo lofan og baugi núna í bakkanum og í þessum aðildarlöndum vegna þess að þeir sjá sambandið við það sem gera þarf til þess að stemma stigu við hlýnun loftslags stöðvar. Það verðist ekki snúið við, en stöðvar. Og hér bara hin vísitalan munið og þið sjáum að þarna fjölbreytnin minni í Mongólíu heldur en í flestum innanlandana og það var undirstrikar þörfina fyrir að finna leiðir til þess að auka fjölbreytnina. Og hér kemur þriðja myndir af sama tagi. Þið sjáum að Mongólía er alltaf þarna efst sem þýðir neðst með það sem við viljum að leiða í fjölbreytni. Og hér kemur aftur þessi framleiðslugæða vísitala Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. En þá sjáum við það að Mongólía stendur sér best af löndunum vinstra megin og í miðjum hlíðum af löndunum í hægri viðmiðunarhópnum. Ég þekki að vísu engan sem hefur keypt mongólskar afurðir, þið þekki kannski engan, einhvern, ég veit ekki. Ég þekki heldur engan sem hefur keypt rússneskar afurðir. Er einhvern rússneskan síma hérna við það?
rússnesk gleru, ég held ekki. Bara rússneska vodki heima í frítt. Og hér þessi flókindavísikala og þið sjáum að Mongólía þar aftast og meðinni í báðum hópum. Þeir þurfa að læra að búa til flóknari vörur, ylvörur, tæknivörur og svoleiðis sem aðrar þjóðir vilja kalla. Svo kemur eitt dæmi. Mongólía eitt örfárra landa í heiminum þar sem engin erlend samkeppni í bankamálum og heimaðall. Þetta ekki eitt svoleiðis land annað. Það vísi ekki Asíu. Og þá sjáum við að munurinn á útlandsvöxtum og innlandsvöxtum, hann langhæstur í Mongólíu, sannarlega undir herranum, einnig á myndinni Vestmannaeyjum. Og stjórnvöld skilja þetta, núna leita leiða til þess að laða erlenda banka til Mongólíu, til þess að taka fákeppnisvaldið af innlendu bönkunum. Svona athugasemd hefur óleyfilegir skýrslum Alþjóðabankans sjóðsins fyrir nokkrum árum sem sýnir það að við erum að þokast að dropinn holar steininn. Svo kemur þetta. Hér stofnun í stjórnmálafræðinga í háskólanum í Maryland, Bandaríkjunum, sem við mælt lýðræði alveg bara aftur til 1800. En þeir gerðu hlé 2018 á sinni starfsemi og ætla að taka upp þráður aftur á næsta ári. Og þannig að þeir í Gautaborg skutu sem við sýndi einhvern tölum að það áðan að þeir tóku þá forystuna í staðinn, hvað sem síðan þegar þessi gæja fara aftur á stað. Þið sjáum að þetta vísitala sem frá -10 í harðsvíruðum energisíkjum eins og Sádi-Arabíu, með Norður-Kórea -9 og nær upp í 10 í OECD-löndunum og þeir sjáum að Mongólía hefur verið í þeim hópi bara frá því örfáum árum eftir að þeir hrundu kommúnismann af höndum sér. Og það kalla ég vel gert við erfiðar aðstæður. Og hér sjáum við annar mælikvarða saman, Global Freedom, bandarísk hugveita sem hefur framleitt þessar tölur frá 1970 og þið sjáum að Mongólía í efsta sæti í hópnum til vinstri og í miðjum hlíðum milli landana sem lengur á við að tóna í hópnum til hægri. Og hér Gautaborgartölurnar aftur og þar sjáum við að Mongólía í miðjum hlíðum á þeim báðum. Þessum vísitölum ekki alltaf alveg saman. Vísitölunum fjölbreytni í efnahagslífinu, þeim ber saman vel eins og ég vísti fyrir ykkur áðan. En það aðeins meira misræmi miklu lýðræðisvísitalnanna, sennilega einhverjum skilgreining var á stað. Og þá bara dregur að lokum málsins. Og það sem við tökum eftir í þessu að góðir hlutir beygjast til að haldast í hendur. Þetta það sem eðlisfræðingar kalla benign entanglement í skammtafræði. Það að segja að þú, ég skipta um skammtafræði. Og svo þessi barátta milli mannauðsins og náttúruauðsins, við erum að finna leiðir til að umbreyta náttúruauðinni yfir í mannauð. Og Mongólía þannig í miðjum hlíðum þótt hún hafi tiltölulega mikið náttúruauð sem hefur reist mörgum löndum skaðlegur, Nígería, Venesúela og svona aðeins. Og mannauðurinn samt friðaður og í mörgum samanburðarlöndum. Og þið sáum það náttúruauðmenn með mesta móti í Mongólíu og það bara að umbreyta ríkisfjármálunum þannig að notuð séu það er einhverjulega veiðigjöld hér heima, þetta er einhverjulega auðlindagjöld úr heima, þegar við erum að tala málma og þess að það. Til þess að bara að afla tekna sem hægt að nota til þess að draga úr óhagkvæmri skattheimtu og eða fjármagna nauðsynleg útgjöld til menntamála og heilbrigðismála og velferðarmála. Þannig að umræðan þetta í Mongólíu kallast mjög á við hliðstæðu umræðu hér heima og í miklu fleiri löndum. Og við tökum dæmi af
auðlindasjóðunum í Alaska og Noregi til þess að sýna þeir hvað þeir gætu gert ef þeir myndu stofna auðlindasjóð að erlendri fyrirmynd. Og við þurfum aukna fjölbreytni til þess að byggja upp félagshöfnin sem birtist þarna í mörgum myndum. Við sáum að spilling þau verður undan eldi og engu meiri en í löndunum sem að Mongólía er borið saman við. Og við sáum að sama gildir traust milli manna og við sáum að í lögum og rétti stendur Mongólía fjarri framar en mörg samanburðarlöndin. Og við sáum að ójöfnuð tekjuskiptingu ekki áhyggjuefni í Mongólíu. Við höfum ekki tölur skiptingu auðs. Og við sáum að útflutningur mongólskra afurða, hann ábreyttari heldur en meðan flest hafa samanburðarlandana, en hann tiltölulega góður. Það segja high quality í samanburði við mörgina. Og svo þarna skortur á erlendri samkeppni, sumpart vegna erfiðra landfræðilegra legur og þá meðfylgjandi skortur á fjölbreytni sem lýsir sér skýrt í bankamálunum, þar sem engri erlendri samkeppni til að dreifa á heimavelli. En síðan kemur kannski rúsínan í pylsuendanum sem þessi sem ég hamra á frá upphafi málsins. Mongólía hefur virkilega staðist vel sem lýðhersiki á ólíklegum stað og hún nýtur virðingar allan heim fyrir að hafa tekist þetta og stærst lýðræði í Mongólíu það auðveldar baráttuna fyrir því sem Mongólía þarf að gera til þess að auka fjölbreytni í efnahagsmálum líka. Með því að styrkja menntunaröflun, því að frjálsar þjóðir heimta betri verklandi börnunum og betri heilbrigðisþjónustu gamla fólki nú öllu. Og með því að styrkja lög og rétt og draga úr spillingu og endurraða auðlindum þannig að afhljótist meiri fjölbreytni og betri vöxtur og meiri vöxtur en viðgangur efnahagslífi. Og þá er þetta búið. Og nú megið þið kalla fram í þessu alvöruleika. Það ekki, ég verð aðeins fyrir mig bara að þú tala mikið fjölbreytni og vöxt og velferð en varar við að vera álítan orsakasamhengi hafið ekkert skoða það nánar og með orsakasamhengi að því maður getur alveg ímynda sér að orsökin sé í hinn áttina. Ég sýndi ykkur með regresjónina þar sem að tekjurnar og velferðarvísitalan standa í skýru uppallandi sambandi við bæði fjölbreytni í efnahagslífi og fjölbreytni í stjórnmálalífi. En maður á þetta alltaf að umgangast svo einfaldar regresjónsjöfnur að varúð Best væri auðvitað að gera þetta með almennlegri ekonometríu, en þá bara rekur maður svo vegg sem þessi að í efnahagslífinu, það bara allt eftir öllu. Og hvernig maður fljótur að komast að jöfnu þar sem að segja það fer allt eftir öllu, hvernig getur náð utan það. Og þess vegna það maður að svindla svolítið, það er að segja, að reyna bara að segja sæmilega trúverðuga sögur færri breytur. Og það er leiðin sem við Gylfi erum að reyna að feta núna. En auðvitað dreymir okkur að hægt væri að búa til fína grein með state of the art regressjónsaðferðum sem að kæmist að þessar sömu niðurstöðu eða öðrum niðurstöðum. En við erum bara ekki komið þangað og sama við afríska samstarfsland sem að nefnir þessu. Þið hinn? Ég bara velta fyrir mér þessum komum fram hjá þér og landafræðin alveg augljóst að Mongólía er þarna milli þessara tveggja stóru landa.
þýtti það ekki vera tendir svona skildum ætla að og þeir eru ekki í neinu sambandi, það er ekkert Asíu sambandi og þeir eru bara svona nánast einir í þessu svæði sko, Suður Asíu sambandi, að það var tendist til þess að svona bara að vera mjög lokaðara og reyna að verja sinn innanlands efnahag. Þú veist, það er vantilega, þú sér vantilega þessi tvö lönd sem eru sitt hvorum megin, það er svona ákveðin hætta, þú veist, af þeim. Já, mikil óslega. Svona efnahagslega sko. Já, en þeir hafa sem sagt árætt að bara opna landið upp á gátt og eiga mikil viðskipti ekki bara við Rússa og Kínverja heldur við Evrópu og Bandaríkin og allar heiminn. Og núna 35 árum eftir að þessi tilraun er að hófst að þá bara stendur hún enn með blóma sko. Og það þarf kjark í þetta og það þarf afslætti saman með það til þorða ekki handtaka búti. En þeir hafa gert sko enga skandalar sem að ég veit sko, það er ekki brotið gegn eigin prinsípum á eigin ákvörðunum sem voru teknar sko fyrir 30 árum, svo ég veit. Og þá er það held ég bara minni háttar sko. Og maður skildi ætlað að Mongólía var í meiri hættu heldur en til dæmis Ísland gagnvart einhverjum og höftum skyndilegum höftum á innflutningi og útflutningi sko, en hérna er mikið talað matvælaöryggi og orkuöryggi núna sko. Þá er réttlætingu fyrir því að eiga engin viðskipti við sko útlönd með þessar vörur sko. Já, það er stundum hringt í mig á sunnudagsmorgnum megin og einu sem var hringt í mig klukkan 10 og djúp karlmannsrödd í símanum með manni hvort manni kynnti sig og hann sagði sko að ég veit að þér finnst eins og mér að mjög mikilvægt að manni fá að njóta sannmælis. Ég kannaðist við það og svo segir hann það er einn maður sem að mér finnst að halla mjög á og mikið ríður á að fá að njóta sannmælis. Og löng þögn og ég spurði hver er maðurinn? Gengis Khan, kom svarið. Það er risavaxin líkneski af Gengis Khan í Ulan Bator og ekki út all land og ekki bara honum heldur líka móður hans. Og það hef ég ekki séð í öðrum löndum sko. Átti hún orm út með það var túlka líkneski af henni þannig. En kannski finnst þeim svona auðvelt að sýna af sér þessar sjálfstæðu hegðun bara vegna þess að þeir eru gamalt stórveldi. Mongólar voru komnir alveg upp að landamærum Finnlands og þeir sjáu það bara á andlitsfalli margra Finna að þeir eru afkomendur Mongólar. Og núna eins og ég segir er þetta 350.000 manns. Nefnum fyrir 3,5 milljón. Fyrir að þess að það var stóra með. Takk að þið kjærlega fyrir áhugaverðan fyrirlestur. Varðandi atvinnulífið og þess að auknu fjölbreytni, á hvaða sviðum eru þeir að hasla sig varð? Léttur iðnaður og örugglega hátækni líka þótt ég veit það ekki. Þau langar að vera eins og við. Og leita sko, að leiða til þessu og er gentil að leita það veldistöðuðan. Og það verið mjög gaman að kynnast fólki þarna, þetta er fólki eins og við. En svo er líka sko frumstætt fólk þarna úti á sundurunni sko. Það sem að kameldýr eru aðan húsgirni. Það er þessi kvikmyndina grátandi kameldýr. Það er frægasta mongólska kvikmyndi og mjög hugþekk og flott mynd. Og kannski ein spurning þarna í tengslu við stjórnmál, að sko lýðræðið, það getur líka verið svolítið flókið, sko, eins og þannig í Ítalíu. Segðu? Það verið stangar kannski erfiðlega þar, sko, að rífa upp sko hagvöxt. En á sama tíma þeir með lýðræðiskerfi, sko. Já, mikið sko. Þannig að svona, það getur líka gengið í báðar áttir. Já, og ekki bara á Ítalíu, sko. En það er engin, sko, það var engar lýðræðiskrísur komið upp í Mongólíu. Þetta er sko fjölflokkakerfi. Þannig verða stjórnarskipti bara eins og í öðrum löndum og
og það er allt saman, þetta er alltaf fullt af svoleiðis löndum sko í Asíu. Bara ekki Kína. Það er hérna. Ég vil spyrja hérna, bara þið náttúruauðlinnar og svona þjóðarsjóð, hafa sett svolítið sjóðarstofnir? Nei, þeir eru að hugsa alvarlega það sko. Já. Og sjá að þeir þurfa að ná því að halda. Þeir eru svolítið hræddir við það líka því að svona þjóðir eru til í öðrum löndum eins og Aserbaídsjan og sem eru bara misnotaðir handa klíkunni. Þannig að þeir þurfa að fara varlega og Noregur er náttúrulega aðal fyrirmynd allra slíkra rannsókna. Það er engu stórið. Þannig að menntun, hefur skólum fjölgað eða hafa háskólar verið að styrkjast eða Hvort tveggja. hvort ekki? Bæði fjölgun og styrkingu. Þeir taka það mjög alvarlega. En eiga samt langt í land sko. Við erum með næstum því alla unglinga í framhaldsskólum, en þeir eru bara komin úr 60–80% eins og sá maður. Þannig að þeir eru ennþá sko langt í land og þeir eru bara vinn í því. Já, hvað segir þið? Það er búið að allir búin að hérna spyrja nema nema 4 sem ég segja eitthvað. Já, við skulum ekki halda í gíslingu sko. Nei, þetta er búið að vera bara mjög rólegt og skemmtilegt. Takk bara kærlega fyrir. Takk ykkur fyrir að koma.